Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, ég kom með á línuna loksins Erlend Ágúst Stefánsson. Komdu sæll og blessaður, hefði ekki? Blessaður, Gesti. Herru, það tekur sér tíma eða ekki að ná sambandið þarna úti þar sem þú ert staðsettur? Jú, það eitthvað erfiðara heldur en að ná sambandið annars báður. Nei, það eitthvað bara að braka þessum síma sem við tekið lán. Já, svoleiðis, það hlaut að vera. Herðu, en svona fyrir hlustendur sem veit ekki hver þú ert, þá ert þú frá Þorlákshöfn? Já, Erlend Ágúst frá Þorlákshöfn og í Spífils, bæ í South Dakota fylki, í skóla sem heitir Blackhill State, að spila körfubolta. Já, og hvar er þessi skóli sem þú ert að spila körfubolta í? Hann í bæ sem heitir Spífils, í South Dakota fylki. Þannig að er þetta svona hálfgjör sveit bara? Já, ég held það fyrst, en þetta bæir sem kannski ekki alveg stóra Reykjanesbæir, en þetta alveg mun stærri en Selfoss. Þannig að þetta alveg ágætt í stærra á þessum bæi þannig. Það skráðir nemendur í skólan hérna, eru 4.000, en það ykkur af því í fjarnámi og þannig að ég held að sé svona 2.000 manns sem, já, eru sækja skólan daglega hérna. Þannig að það ágætt í stærð. Já, nákvæmlega. En já, svona fyrir Íslendingar sem áttar sig ekki á hvaða til dæmis, nú eru körfubolta áhugamenn á Íslandi þegar fylgjast mest megnis með NBA, hvaða NBA-lið til dæmis er næst er? Það er Denver Nuggets. Já. Það í bara næsta fylki hérna við, Colorado. Já, þannig að þú ert orðin Denver Nuggets aðdáandi þarna úti? Já, ég segi það nú ekki alveg, en það maður horfir mikið meira á NBA núna heldur en maður hefur gert, því að þetta á viðræðanlegum tíma og bara í sjónvarpinu, þetta bara eins og að stilla á RÚV og horfa á fréttirnar bara, NBA-leikina. Þannig að það er rosa þægilegt, sko. Já, en hvernig svona æfingaprogrammi hjá okkur þarna úti? Þið fóruð það ekki 2 héðan sem voru að spila með FSU í vor? Jú, ég og Freyser. Æfingaprogrammi, það er rætt mjög stíft hérna og í byrjun þá voru ekkert skipulegar liðsæfingar, því að samkvæmt NCAA-reglum þá mátti liðið ekkert byrja að æfa saman fyrir en í nóvember bara. Nei, já, 20. september. Já. Nei, 20. október segi ég. Þannig að fyrstum sinn bara voru við bara að lifta og bara spila, kallast Open Team, þá er bara spila 5 á 5, engin kerfi eða neitt bara, svo kallar pick-up-bolti. Og með því voru við líka bara á einstaklingsæfingum, sem bara tækniæfingum og þannig, og það var þannig í, já, einhvern 1,5 mánuð, þangað til að liðið byrja að æfa, og þá voru liðsæfingar 6 sinnum í viku og lift 2 í viku og svo voru svona snerpuæfingar 2 í viku. Þar til að tímabili byrjaði í nóvember, þannig að þá minnkuðu æfingarna svona, þá var æft bara 5 sinnum í viku og lift 2 og engar snerpuæfingar, þannig að þetta er helings álag sem er ámanni hérna, þannig. Og svo oftast leikir, já, helgar. Núna, eftir að tímabili byrjaði, það var alltaf 2 leikir á föstudegi og laugardegi. Nú er það ekki alltaf erfiðast þegar maður er að byrja þarna. Þeir segja að margir að menn klessi svolítið á vegg þegar svona mæta fyrsta árið sitt í svona bolta. Já, þetta er allt öðruvísi í boltin heima. Þannig að þetta er mjög fysikal þannig og mikið meira líkanlega heldur en heima, en samt er sko
dómgæslan hérna, þannig sé ekki miðað í hvað þetta mikið meira líkamlegra. Það svona, það má meira heima stundum finnst mér heldur en hérna, en samt þetta meira fysikal, þannig að þetta er svolítið skrítið, þannig að maður þarf að venjast þessu. Þetta er svolítið stökk frá því að vera að spila heima. Er þetta ekki líka þannig að þeir sem eru í þessum bolta þarna úti að þeir þekkja bara ekkert annað en körfubolta? Jú, það er alveg, það fyrir rosa mikil tími í það hjá þessum eru í þessu og maður gerir lítið annað heldur en að bara æfa og borða og læra sko. Þetta tekur rosa mikil tíma, svo er mikið af vídeofundum líka og verið að fara eftir mikil tími sem sagt í að sjá hvað andstæðingarnir eru að gera. Það er alveg, við erum með 5 manna þjálfarateymi og þeir byrja bara viku áður að skipuleggja andstæðingarna, þannig að maður þekkir það alveg upp á hár hvernig þeirra leikur er og þeirra styrkleika og veikleika og þannig að það er mikil og góð umgjör í kringum þetta allt hérna. En svona miðað við hvernig til dæmis akadíman hérna á Selfossi, þá er það ekki svona verið, þetta er svolítið svipuð þjálfun eða ekki sem að bandaríski þjálfarinn hér Erik Olsson er búin að vera að taka ykkur í gegnum eða ekki? Jú, þetta er mjög svipað, náttúrulega aðstofþjálfarinn hérna, hann er mjög góð vinur Eriks og þeir voru saman í college í 2 ár. Þannig að það eru sem leikkerfi sem við erum með hérna, sem hérna FSU var að hlaupa í fyrra og eins æfingarnar, þær eru svipaðið uppbyggðar þó að það eru mjög lengri hérna heldur en það voru á Selfossi síðast ári. En í grunninn þá er margt mjög svipað. En þú ert þarna á fyrsta ári og þetta er það ekki svolítið erfitt að vera svona langt frá Íslandi og fjölskyldu? Jú, maður alltaf saknar alltaf fjölskyldunar og þannig og bæði matsins hjá ömmu og mömmu. Ég var náttúrulega á Selfossi hjá ömmu síðustu 2 ár sko. En það er mjög góðu liðsfélagar hérna og þetta er bara orðnir stærstu vinir maður, þannig að maður hefur það mjög gott hérna og hérna maður fær nóg að borða og manni leiðist ekki, þannig að maður getur ekkert kvarta. Mann alltaf hefur sagt þess að vera ekki heima með öllum vinnum sínum og fjölskyldu, en það er bara annað sem maður er að gera núna og hérna, það er ekkert að kvarta með að maður er í því. En nærðu eitthvað að fylgjast með boltanum hérna heima? Þú væntanlega fylgjast með bæði gömlu félagunum þínum Þór Þorlákshöfn og FSU, er það ekki svona með öðru auganu? Jú, ég hef verið að reyna að gera það svona eftir bestu getu og hérna, maður er að skoða statið og eins sem maður verið að reyna að horfa á hérna eitthvað leiki á netinu. Þeir eru sendir eins og bikarúrslitaleikin hjá Þór og eins hér bæði Þór og FSU er að spila til dæmis við Hauka eða Tindastól, þá getur maður hort á hérna Hauka TV eða Tindastól TV, eins KR TV, þannig að það er mjög snið og þægilegt að geta hort á þetta á netinu, svona eins svona eitthvað, þannig að getur maður fylgst með þessu. Og það er óskandi fleiri lið væri við með svona beinar netútsendingar. En við byrjum á liðinu sem við spilaðum með fyrra nýliðar í deildinni, þeir eru með ansi stóra vegg núna sem þeir þurfa að tækla þegar 4 umferðir eru eftir. Já, ég hefði viljað sjá þá nokkrum sætum ofar í deildinni. Þeir eru búin að vera að tapa 2 eða 3 ef ekki 4 mjög close leikjum sem það hefði verið gaman að sjá að vinna þá var alltaf önnur staða á þeim í dag, en þeir eru búin að vera óheppnir með meiðsli og annað, þannig að þetta hefur ekki verið eins
góð upplifun fyrir þá og hefði ekki orðið. Nei. En þetta bara svona. Já. En og Þórsararnir, þeir eru búin að koma mér vel á óvart. Þeir eru búin að spila alveg frábæran bolta og gaman að fylgjast með þeim. Og já, fjóra sæti í deildinni. Já, og gaman að fylgjast með bæði þessum liðum að þetta nú eiginlega bara uppaldir leikmenn í báðum þessum liðum. Já, það mjög gaman að sjá það. Bæði lið bara eru með unga leikmenn í grunninn og eru bara að stóla þá. Þannig að það mjög gaman að sjá þá. Félaga sína speyta sig í efstu deild, bæði í FSU og í Þór. Þú hefur væntanlega verið öskrandi á Þór Þorláksvötn í sjónvarpinu þarna daginn í bikarúrslitaleiknum. Já, ég var alveg að missa mig hérna yfir þessu. Ég var sett þetta á stóra skjá hérna og var alveg æstur í sófanum. Það hefði verið gaman að sjá þá vinna þetta. En það fór sem fór, þeir stóðu vel í þeim samt. En svona í lokin áðurinni slepptur tímabilið núna hjá ykkur, hvernig í þínu liði sem þú ert í dag, hvernig hefur ykkur svona gengið? Herðu, þessu skiptu upp í sem sagt okkar conference er sem sagt okkar deild, ef maður orðað þannig, er skipt sem sagt í 2 deildir og við erum í 3. sæti, nei við erum í 4. sæti í okkar deild. En við erum jafnir í 9. til 10. sem sagt yfir allt, þannig að sko það efst af, af 16 liðum þá fara 8 lið í úrslit og það bara, það skiptir engu máli sko þótt þú værir í öðru sæti í okkar deild en í 9. sæti yfir allt þá færir ekki úrslit, það bara sem sagt besta rekordi liðið sem með bestu úrslitin topp 8 að fara í úrslit og við erum sem stendur í jafnir í 9. til 10. sæti, þannig að við þurfum að vinna síðasta leikin okkar sem núna á miðvikudaginn og lið sem jafnt okkur þarf að tapa, þá komum við áfram í úrslit. En annars ekki, og við erum núna sem stendur búin að vinna 10 leiki og tapa 11. Þannig að þetta mjög jöfn deild hérna sko. Og þú stefnir það ekki ótröður að halda áfram þarna? Jú, ég stefna það að maður bara að sjá. Ég bara búin að skrifa undir, var bara með samning til 1 árs en það var og ég held að ég verði hérna áfram á þau. Þannig að það bara samið eftir tímabilið aftur næsta ár, þannig að Erlendur ég alveg bjartur að vera áfram sko. Erlendur Ágúst Stefánsson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið þið sem allra best. Það nú ekki hægt að segja annað að það mikið að keppa hjá þér núna næstunni. Já, það bara svoleiðis. Bestu þakkir og gangið þið vel. Já, ok. Takk, bye. Já, Erlendur Ágúst Stefánsson, flottur íþróttamaður hérna á ferð úr Þorláksvötn og spilaði með FSU síðustu 2 tímabil, hjálpaði meðal annars að komast upp í úrvalsdeildina, en hann og annar leikmaður þeir fóru saman út hérna eftir seinasta tímabil. En við ætlum að halda okkur áfram í Þorláksvötnarbúum. Næsti viðmælandi minn er Styrmi Dan Steinunarsson sem að gera það gott í frjálsum íþróttum. Já, hann flaug yfir 2 metra núna þar síðustu helgi í hástökki og þarna einn efnilegasti íþróttamaður landsins á ferð. Og aðeins að stöðumála, það er komin hálfleikur í FA Cup. Skrúbari Town 0, Manchester United 2 og Chris Smalling skoraði fyrra mark United á 37. mínútu, svo var það Juan Mata sem skoraði á 45. mínútu. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.